Hæ, ég heiti Ívar, ég er osteópati og sjúkraþjálfari og ég er eigandi stofunnar Osteo Nordic sem er stærsta osteópatístofa í heimi. Í dag vill ég aðeins tala um hnéverki og þegar við byrjum að tala um hnéverki þá þarf maður aðeins að greina hnjávarki í tvo svona categories eins og með reyndar margt annað. Það er einn kategóri sem er svona structural hnéverkir sem þýðir það að það er verkir sem orsakast af einhverju sem er ónýtt inn í hnénu og það getur verið það getur verið að það sé eitthvað inn í hnénu sem er í svona eyðilagt eða eitthvað. Sem osteópati eru við ekki þeir sem meðhöndla það er oftast meira surgeries og svona en við þurfum að vera góð í því að greina þetta þannig að við svona safety wise greinum þetta og sendum þetta til læknis og hinn kategóríin er functional problems það er að segja verkir í hnénu sem stafa frá því að eitthvað sem virkar ekki alveg nógu vel. Og í dag ætla ég að tala aðeins um svona nokkrar ástæður fyrir hnjáverkjum sem eru svona meira svona yfirlit yfir hvað það getur verið. Ef mann tekur svona hnéð þá er hnéð svona liður sem er staðsettur á milli svona tveggja biomechanically svona svæða í líkamanum. Einn er fóturinn, þar sem að öll orkan sem kemur frá gólfinu þegar maður er að labba eða hlaupa eða hvað sem er að gera, hoppa. Og svo er það mjaðmagrindin, þar sem að það eru vöðvar sem koma þaðan sem fara yfir hnéð og svona eru mjög mikilvægt fyrir hnéð. Þannig að maður segir oft að hnéverkir eru svona secondary fyrir svona ástæður þar sem skeður inn í hnénu. Til þess að taka smá sýn á það þá hef ég teiknað upp svona tvær myndir og það er af mjaðmagrindinni og mjóhryggnum. Þannig að ef maður kíkir hérna aftanverðu, þar sem maður sér bæði utanvert og innanvert hnéð, þá eru vöðvar sem svona hefta á innanverðu hnénu og utanverðu hnénu og maður segir ofta að ef maður fær verki á utanvert hné þá eru svona sannkallað svona hlaupar af hné og svo eru verkir á innanverðu hné eitthvað sem maður kallar svona pes anserinus. Ef maður sýna aðeins fram á hvað getur svona verið orsakað þetta, það er að ef maður kíkir á mjaðmagrindina að þessir vöðvar koma þaðan og svona staðsetning af mjaðmagrindinni er mjög mikilvæg. Hér er svona mikið, maður kallar það outflare og inflare á mjaðmagrindinni og ef það er outflare þá er mjaðmagrindin staðsett svona. Þá get ég séð að vöðvarnir í nárunum eru aðeins og strekk, þannig að það hefur oft svona meiri orku sett innanverðu hnénu og ef það er á móti svona inflare þá eru vöðvarnir utanverðu mjaðmagrindinni sem hafa svona stóra sein sem heftir á utanverðu hnénu að oft er svona meiri strekkur á hana. Þar utan er líka taugakerfið mjög mikilvægt. Taugakerfið sem er í settauginni fyrir rassvöðvana og í vöðva sem heitir nervus obturatorius sem fer til nárans. Að ef að það eru einhver problem upp í mjaðmagrindinni þá er oft að outputið frá taugakerfinu er aðeins hærra og það þýðir það fyrir vöðvana að þeir svona dragast aðeins saman
það getur líka orsakast svona mechanically svona stress á innanverðu og utanverðu hnénu. Og það er það sama svolítið þegar maður kíkir á svona bakvið hnéð og framarlega á hnénu. Það er að mjaðmagrindin getur líka hreyft sig aftur á við og fram á við og það er það sama ef hann fer aftur á við þá er svona mechanically svona aðeins meiri strekkja á framanverðu lærvöðvanum og á móti ef það er svona frontally staðsetning á mjaðmagrindinni þá er það á bakvið. Og það sama að sethaugun getur líka fengið aftanverðan vöðvana draga sig saman og taug sem heitir nervus femoralis sem líka kemur frá mjaðmahryggnum getur gert það sama á fram á við. Þannig að osteopatía svona kíkir á ástæður fyrir hvað er að gerast í hnénu. Það er alltaf að greina hvort það sé structural problems sem það þarf að senda til læknis eða hvort það sé functional sem við erum mjög góð í. Ef þú vilt vita meira um hnéverki þá hef ég skrifað bloggfærslu sem er á heimasíðunni og þar eru góðar ábendingar mjög mikið af hnéverkum. Það er líka ástæður, það er líka einkenni og það er líka mjög góðar svona ráðgjafir fyrir hnéverkjum og æfingar. Takk fyrir.